Rakningaformúla er formúla sem við notum til þess að leysa eða halda áfram eitthvað skonar munstur eða talnarunu. Skulum skoða dæmi. Ef við erum með svona mynd, þetta er í raun munstur, það gæti verið talnaruna í raun líka. Þegar við teljum hérna, ef við myndum byrja með fyrstu myndina, hún væri svona, mynd númer 2 væri svona og mynd númer 3 væri svona. Hér eru 4, hérna eru 7 og hérna eru 10. Og þetta er talnaruna sem við ætlum að vinna með. En rakningaformúlan verður þá í raun alltaf að við erum að reyna að finna út hvað þurfum við að bæta við. Þannig að við byrjum með 7, við byrjum með 4, svo gerum við pluss 3. Það eru 7, svo fáum við 7 pluss 3. Og því það bætast alltaf 3 við í hverri einingu sem bætist við. Það er 10, svo gerum við 10 pluss 3 og fáum 13. Það er líka hægt að reyna að átta sig á því hver reglan er hérna. Það bætast alltaf við 3. Og þá ger ég 3n og svo ger ég 3 sinnum töfluna hérna við hliðina og ég sé að myndin mín er alltaf einu meira. Þetta eru í raun alltaf 3, sjáðu hérna 3 og svo 3 pluss þessi fyrsti sem ég byrjaði með. Það er í raun þessi hér og þá get ég sett bara inn númerið á myndinni í staðinn fyrir n. Þannig að hér eru við með mynd númer 1, 2, 3, 3 kassa. Þá er þetta 3 sinnum 3 sem eru 3 pluss 1 og þá fæ ég 10. Þannig að mynd númer 38 er þá bara sinnum 3 sem gefur okkur 90, 114, það eru 115. Þannig að það er þetta að leysa þetta svona.